Norðlenska nautakjötið, uppskrift á góðu kvöldi. Drangey SK2, nýr togari fisk Seafood kom til heimahafnar á Sauðárkróki laugardaginn 19. ágúst síðastliðinn. Skipið eitt 4 systurskipa sem smíðuð í Semre skipasmíðastöðin í Tyrklandi, en hin skipin í eigu Samherja, Kaldbakur, Björgúlfur og Björg. Það var tilkomið mikil sjón að sjá málmeina sem einnig í eigu fisk sigla til móts við nýja togaran Drangey og hittast út við eyjarnar sem bera sömu nöfn á Skagafirðinum. Þær sigldu svo samhliða inn fjörðinn í blíðskaparveðri áleiðis til Sauðárkróks þar sem mikill mannfjöldi tók á móti nýja skipinu. En nú liðin rúm 44 ár síðan Skagfirðingar tóku síðasta móti togara á Sauðárkróki. Sá var smíðaður í Japan og bar sama nafn. Stjórn Fisk Seafood tók þá ákvörðun árið 2012 að leggja aukna áherslu á landvinnslu og draga úr vinnslu út á sjó og var í kjölfarið ákveðið að selja togarana og breyta málmeini í ferskfiskskip sem þýðir að fiskurinn kældur niður fyrir 0 gráður áður en hann settur í lestina með engum ís. Á síðasta rekstrarári unnum við 12.000 tonn og ég held að þessar einingar muni ekkert gera annað en stækka. Hluti af því að við náðum að þróa þessa tækni sem við erum komið hér í borð var það að við erum með svona rannsóknarfyrirtæki við hliðina á okkur. Þannig við getum rannsakað þetta fljótt og vel, fengið niðurstöðurnar fljótt og vel. Og ég held að ég sjálf sér að þetta verði bara sama þróun áfram. Hvernig, mun fækka þá, mun sjómunum fækka á Sauðárkróki? Nei, þeim má ekki fækka, þetta sami fjöldi. Já, þannig að það fer bara áhöfnin að krakki hinga? Já, hún færist bara. Já. Það milli skipa. En hvers virði í raun og veru Fisk Seafood fyrir sveitafélagið, fyrir bara byggð á Norðvesturlandi? Ég held í sjálfu sér að það sé afskaplega mikilvægt að hafa svona trygga stóði og ég hef alltaf sagt að maður getur horft á svona Fisk Seafood eins og norð á Drangey í gamla daga, eyjuna sjálfa, en hún hélt í okkur lífi með eggjum og fugli og slíku og ég held að það sé afskaplega mikilvægt fyrir svona byggðarlög að eiga svona fyrirtæki. Þið eigið, eða kvótin í eigu fólksins hérna? Það ekki? Jú, það náttúrulega mjög sérstakt að þetta fyrirtæki 100% eigu Kaupfélags Skagfirðinga og ég hef sagt svona í gríni að þeir sem vilja gerast kvótaeigendur, það auðvelt í Skagafirði, ég held að kosti 100 krónur að gerast félag í kaupfélaginu, þannig að það gerist nú ekki ódýrara. Og arðurinn, hann hefur ekki látið á sig standa? Þetta vel rekið fyrirtæki? Jú, sem betur fyrir, þetta gengi ágætlega síðustu árin og nota þá í að byggja upp kringu sig. Drangey lagði úr höfn í Tyrklandi 4. ágúst síðastliðinn og gekk heimferðin mjög vel. Helstu kostin náttúrulega þeir að þetta náttúrulega stórt mikið og hreyfist ekki mikið. En sem betur náttúrulega einhverju liti svona gott að hreyfist aðeins. En þetta náttúrulega, umhverfið sem við erum að fara úr, til dæmis á Klakk, þetta bara himinn að hafa á millum. Það er ekki sanngjarnt að bera þetta saman. Vinnuaðstaðan verður svo allt önnur. Við erum að taka út úr sníklunum, við erum að setja í körin á millidekkinu. Það er að segja að þú stendur bara upp og setur í kar. Síðan fara bara körin í lest. Og það þarf enginn að fara niður í lest fyrir að eru komin svona 8 til 10 tonn af körum. Þá fer bara einn maður niður til þess að raða. Þannig þetta er gífurlegur. Það er ekki hvernig ég svona orðað en þetta er svo gífurleg breyting til hagsbóta fyrir alla og við fyrir vikju erum við að enda sjómennum okkar náttúrulega miklu betur, eða við erum að fara miklu betur með. Drangey 13,5 metri á breidd og 62,5 á lengd, 2081 brúttótonn, hefur 14 hnúta siglingarhraða og getur bæði keyrt á svartolíu og gasolíu. Skipið hannað af Bárði Hafsteinssyni skipaverkfræðingi og stór hluti búnaðar hannaður af íslenskum tæknifyrirtækjum. Mikið var horft til orkunýtingar við hönnun skipsins og að hafa sérlega góða vinnuaðstöðu. En allt snýst þetta að hráefnið sem komið með að landi sé gallalaust og fyrsta flokks. Þetta svona með því besta sem gerist í heiminum í dag. Eins og til dæmis þessi nýju skjáaukur sem komin hérna. Þetta eru 4 skjáur, en inn í þessum 4 skjáum 25 litlu skjáur sem ég get raðað upp
eftir hvað ég vil hafa inn á þeim, hvaða tæki ég að nota, dýptamæli, radar eða hvað sem það myndavélar allt skip. Þessi 20 myndavélar í skipinu, fylgst með öllu sem að skip. Nema náttúrulega ekki inn í klefunum, sko. Nei, þar gengur grensan. Já, það stoppaði, sko. Og ég búinn að heyra með í dag eins og til þessi í Kaldbak. Hann að koma mjög vel út að Íslulega sér. Þetta skip sem að draga sambarlegu veiðarfæri og hann var með á gamla skipinu. Hann að draga á 170 lítrum. Til dæmis bara þegar við þá ég að draga á klakk á 230 lítrum. Sem dæmi, sem sko meir en helmingi minni. Þannig að þetta kemur til með að skila. Stefán Vagn Stefánsson formaður byggðarlags Skagafjarðar gaf skipinu nafn í minningu föður síns, Stefáns Guðmundssonar, sem var forystumaður Skagfirðinga í sjávarútvegi og atvinnumálum langa hríð. Aðalega var það nú bara þakklæti og stolt yfir að fá að vera treyst fyrir þessu hlutverki í þessari atvinnum í dag og bara mjög gaman að fá að gera þetta og það rifjuðust upp fyrir manni margar sögur þegar sem pabbi sagði okkur svona þegar Drangján kom hérna fyrir 44 árum og baslið í kringum það allt saman að fá það og þetta hefur ekkert verið sjálfgefið ferðalag þessi 44 ár sem að leiða til þessa frábæra dagsinn í dag þannig að bara menn eru búin að lyfta hér grettistaki og hafa náð ótrúlega góðum árangri og við erum bara að uppskera í dag, það er frábært. Nú tókst þetta ekki í fyrstu atrennu að brjóta flöskuna. Varstu orðinn stressaður? Við vorum aðeins búin að fara yfir þetta og skoða hvernig þetta hefur gengið svona síðustu móttökum á þessum skipum sem verið að koma. Og ég man nú ekki hvað var á Dalvík, hvort það var 6 tilraunir sem þurfti þar. Þannig að ég er töluvert langt undir landsmeðaltali í þessu, þannig að ég er bara nokkuð stoltur af frammistöðu minni í þessu. Svo var einhver sem sagði mér að þetta væri happamerki að brjóta í annari. Þannig að við skulum bara vona að það verði þannig. Meðal gesta sem tóku á móti nýrri Drangey var yfirvélstjórinn á Drangeynni sem sigldi til heimahafnar á Króknum fyrir 44 árum, þá frá Japan. En þá var verið að endurnýja skipaflota Íslendinga. Skipstjóri þeirri ferð var Guðmundur Árnason og tók 3 mánuði að koma skipinu heim þar af 2 mánuði á siglingu. Í þá daga fóru eiginkonurnar gjarnan með. En hvernig þykir Páli vera umhorfs í vélasal nýju Drangeyjarinnar? Mér fannst vélinn hálfgerður kettlingur. Hvað, var hún minni heldur en þín? Nei, hún er ekki minni, hún er aðeins stærri. En þetta skip er margfalt stærra. Hefðirðu viljað fara í svona ferð núna, frá Tyrklandi og heim? Já, ég hefði alveg viljað það. Mér finnst þetta óskaplega skemmtilegt, sérstaklega siglingin heim. Hvað er minnisstæðast af henni? Ég held stjörnurnar. Maður satt úti á þilfari og sá ekkert nema haf og sjó í marga daga. Og þá var maður að hugsa, já, þetta eru sömu stjörnur og við sjáum heima. Þið eru bara kollung þarna, rúmlega 20 bara í þessu. 5-6 ára. Já, eitthvað svoleiðis, já. Og þetta er bara ferðalagið? Þetta er ferðalagið, 3 mánuðir. Sjávarútvegsráðherra tók á móti nýja skipinu og sagði meðal annars að koma nýju Drangeyjar til Sauðárkróks hefði ekki bara gildi fyrir atvinnulíf í Skagafirði, heldur sjávarútveginn í heild sinni. Það skiptir gríðarlega miklu máli fyrir bæði það að ná betri nýtingu á afla en líka það hvernig skipin, öll þessi nýju skip sem er að koma núna til hafnar á Íslandi er að taka utanum til að mynda áhöfnina. Það er betra umhverfisfótspor sem skiptir gríðarlega miklu máli og það sem að þessi skip og þetta stórglæsilega skip Drangeyin hjá Fisk Seafood náttúrulega gerir er að ýta undir ímynd okkar Íslendinga sem forystu þjóðarsviði fiskveiða. Við erum sjálfbæri, við byggjum á sjálfbæri nýtingu og vísindalegri þekking og svona skip, svona fjárfesting fyrirtækjanna ber mikið skynbragð og vott það að það er framsýn á meðal forystu fólks í sjávarútvegi. Ég sagði nú áðan hér í ræðu minni að það er hægt að gagnrýna margt í kvótakerfinu en stóra myndin er svo við með mjög öflugt, burðugt fiskveiðistjórnarkerfi, trúverðugt fiskveiðistjórnarkerfi. Það hefur verið gagnrýnt í gegnum tíðina að það geti haft áhrif á byggðir og sveitir landsins. Að mörgu leyti er það rétt á ákveðnum stöðum
En Skagafjörðurinn dæmi það hvernig hægt að gera hlutina vel, hvernig ábyrg fyrirtæki hugsa samfélagslega ábyrgð hér og það skiptir gríðarlega miklu máli að geta bent á svona gott dæmi eins og Skagafjörðurinn hvað þetta varðar uppbyggingu atvinnulífs fyrirtækja á þessu svæði. Það eflaust hægt að gagnrýna og við vitum það hægt að gagnrýna eitt og annað en öflugt fyrirtæki eins og Fisk Seafood kaupandi þetta gríðarlega mikilvæga skip og öfluga burðuga að það hefur mikla þýðingu fyrir þetta samfélag sem hér og það sýnir sig að það hægt að gera þetta allt saman. Bara menn þurfa að vanda sig og það þurfa allir að hafa samfélagslega ábyrgð í huga hvað þetta varðar. Norðlenska nautakjötið, uppskrift á góðu kvöldi.